En ég vil nú samt að segja að ég mjög undrandi á viðbröðum fjármálaráðherra vegna þessara auglýsingar frá ÖBÍ. Auglýsingar sem að sýnir raunveruleikann eins og hann og það kom ég bara í opna skjöldu að hann komi fram með þessum hætti og að leggja minnisblað með útreikningar sem standast ekki skoðun, þar sem hann teflir fram sérvöldum, svona rangfærslum, ég bara ætla að segja það eins og það og ég hlýt að ætla að hann sem fjármálaráðherra hafi aðgang að öllum upplýsingar sem varða þennan hóp. En staðreyndin auðvitað svo að öryrkjum hefur ekki fjölgað hlutfallslega á síðustu árum og örorkulífeyrir hefur verulega dregist aftur úr og bara til þess að svona setja þetta í eitthvað samhengi þá eru að því hann talar um 4.300 manns sem aukningin frá því 2016 en í dag þetta þannig að þar setur hann saman endurhæfingarlífeyrisþega sem eru í dag 2500 einstaklingar og ekki með örorkumat. Hann setur líka inn þá sem eru með örorkustyrk og svo setur hann inn örorkulífeyrisþega. Síðan dregur hann frá innflytjendur sem hlutfall af þeim sem eru sem taka þátt í þessu samfélagi og hann tekur það ekki með og fær út aldrei bjagaða mynd. En einstaklingar með örorkumat í dag að samkvæmt tölum frá því apríl núna, það eru 7,6% hlutfall af fólki á vinnualdri. Og þar af eru 5.800 manns rúmlega sem eru með einhverjar launatekjur og þar af eru 766 einstaklingar fullvinnandi og ekki á neinum greiðslum frá TR. En þessir einstaklingar telja þetta inn í öllu saman þar sem þeir eru með 75% örorku. Og ef við skoðum þetta hlutfall sem að ráðherra vill meina að nú komið til með að ríða ríkissjóði að fullu með öllum sem leggja til landsframleiðslunar að þá sést að það breytist nær ekkert. Í raun hefur hlutfall örorkulífeyrisþega af fólki á vinnualdri lækkað eða staðið í stað undanfarin ár og það nú bara hörmungin.